Í dæmi 9 eigum við að einfalda og ef við byrjum á að skoða hvað þetta er í raun og veru, við erum með rót hérna, þetta er svona önnur rótin, aldrei skrifuð, og önnur rótin hér. Við erum með 64 í fyrsta veldi, við erum líka með 4 í fyrsta veldi. Skulum taka þetta út úr rótunum til að byrja með og skrifa þetta sem brotin veldi. Þá fæ ég þetta út svona. 64 í hálfta veldi. Svo erum við með x í veldinu 5 aðrir. Lögum þetta nú. Svona. Undirstriki myndum við fá 4 í hálfta veldi. Hvað er þetta? Svona. Og x í veldinu 3 aðrir. Nú, ég veit að rótin af 64 er 8 og við skulum halda þessu bara, við skulum einfalda strax það sem sjáum. Og þetta er þá í svona. Og ég veit líka að rótin af 4 er 2. Svona. Áfram er ég með x-in. Svona. Og svo ef við höldum áfram, þá get ég strax tekið þetta hérna og gefa mig það að 8 deilt með 2 er 4. Skulum halda áfram bara hérna. Þannig að ef 8 deilt með 2 er 4, svo er ég með upp á striki, ég er með x í veldinu 5 aðrir. Og undir striki, hérna, er ég með x í veldinu 3 aðrir. Ef ég flyt þetta núna upp á strik, þá mun það líta svona út. X í veldinu mínus 3 aðrir. Það er alltaf þannig, ef ég tek veldi sem er undir striki og færi það upp, þá breytist formerki á því. Og þá lítur dæmi orðið svona út og ég get að fara að einfalda þetta ansi mikið. Þannig að ég er þá með 4 x og nú ætlum ég að leggja saman veldin að öllu heldur draga frá. Ég er með upp á striki 5 og svo mínus 3. Þetta verður svona. Og ef ég held þessum reikningum mínum áfram, þá fæ ég að ég er með 4x og það er þá í veldinu 2 aðrir sem að myndi þetta gefa okkur 4x í fyrsta og er þá alltaf skrifað 4x og það er okkar lokasvar.